Já, komið öll sæl og blessuð. Við ætlum að hefja leika hér með ágætum gestum en ætlum að tala þetta. Áfengisneysla hefur aukist hér á landi frá aldamótum 10% og alvarlegur örvandi vímuefnasjúkdómur útbreiddari en nokkru sinni fyrr. Alls hafa 5.903 einstaklingar greinst með alvarlegan örvandi vímuefnasjúkdóm frá 1990 meirihlutinn karlar. Þetta eru opinberar tölur. Nú varðandi Vog. Þá komu 1700 manns þangað í fyrra, lagðist inn og innlagnirnar voru alls 2200 sem koma oftar en einu sinni. Hverju ári koma 600 manns í sína fyrstu meðferð á Vogi. En þeir eru sestir hér hjá mér, Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar og Þórarinn Tyrfingsson sem einn af stofnendum SÁÁ og fyrrverandi yfirlæknir á Vogi. Þeir hafa stundum leitt saman hesta sína til þess að tala fíknisjúkdóminn og hver staðan hér á landi. Velkomnir. Takk. Ég ætla að byrja bara á biðlistunum. Þórarinn, biðlistin á sjúkrahúsi Vog í sögulegu hámarki. Langt yfir 500 manns á þessum biðlista. Hvernig má það vera? Einfalda svarið náttúrulega að bara vandinn hefur vaxið og varnirnar eða viðbúnaðurinn við áfengis- og vímuefnavandanum, hann ekki eins mikill og hann var kannski fyrir 10 árum síðan eða svo. Það stuttasvarið. Okkur hefur fjölgað, ástand þeirra sem eru í vandanum verra og kallar á meiri heilbrigðisþjónustu, skyndiþjónustu. En í sjálfum sér ekkert meiri líkur á því að verða áfengis- og vímuefnasjúkur í dag heldur það var. Svona 2002. Mitt svar við þessari spurningu svolítið lengra. Að eins og biðlisti fyrir sjúklinga með fíkniefnavanda í eðlu sinni miklu alvarlegri heldur biðlisti fyrir flesta aðra sjúkdóma vegna þess að þegar fíkillinn vill fara í meðferð þá þarf að vera hægt að taka við honum vegna þess að viljinn til þess að fara í meðferð eitt af því sem töluverður skortur á hjá fíklinum. Hann þarf að komast inn þegar hann vill koma inn. Og eins og stendur þá tekur Vogur inn 6 einstaklinga á dag. Til þess að losna við biðlistan þyrfti Vogur að geta tekið inn 8. Kostnaðurinn við að taka inn 8 sjúklinga á dag í stað 6 í kringum 200 milljónir króna á ári sem afskaplega lítið fé til þess að mæta þeim sjúkdómi sem að deyðir flesta Íslendinga á aldrinum milli 20 ára og 40. Þetta nefnilega ekki þeir fordómar sem ríkja í íslensku samfélagi. Gegn fíknisjúkdómum þannig að það eru margir sem líta þá ósköp einfaldlega sem bara vondar, sem óvana, sem persónuleika galla og svo framvegis. Aumingjaskap. En þetta sá sjúkdómur sem banvænastur. Einstaklingur milli 10 og 40 í íslensku samfélagi, þannig okkur ber skylda til þess. Og þetta líka oftast fólki sem með börn, sem með fjölskyldu, þannig að þetta margfaldað áhrifin. Þetta hinn persónulegi vandi og harmleikur sem að sést nú kannski best á ótímabærum dauðsföllum, hvað við eigum stóran hlut í því þeir sem að hafa þennan vanda. En almennt má segja að ef við horfum til þess að þá mjög heimskulegt að setja ekki meiri pening í þetta. Af því að öll þessi meðferð á Vogi og framhaldsmeðferð eiginlega forvörn við sjálfsvígum, við alls konar stórhættulegum læknisfræðilegum vandamálum sem að þurfa meðhöndlunar á bráðamóttökum. Þannig að öll þessi meðferð fyrirbyggjandi og sparar gríðarlega fjármuni strax í heilbrigðiskerfinu. Þetta fyrirbyggjandi fyrir þá hjartasjúkdóma? Fyrir bara Landspítalann. Fyrir Landspítalann þetta fyrirbyggjandi. Hann í miklu vanda vegna bráðamóttökunar, hann í miklu vanda vegna fráflæðisvandans og hvort ekki að þetta myndi stórlagast með því að veita meiri fjármunum til þessara hluta. Hvað tekur Landspítalinn mikinn þátt í meðferðar? Eins og stendur þá tekur Landspítalinn afskaplega lítinn þátt í þessu vegna þess að þau úrræði sem Landspítalinn hefur lítunast við eingöngu að tvígreindu fólki sem með geðrof og fíkn. Og það furðulegt að horfa til þess að þessi sjúkdómur, þessi hópur sjúkdóma, fíknisjúkdómarnir, sem banvænastir allra sjúkdóma fyrir fólk á þeim aldri þegar það á að leggja hvað mest til samfélagsins, að við höfum raunverulega innan hins opinbera kerfis mjög lítið fram að færa.
Þess ber að geta að þau úrræði sem eru til staða núna, sem eru næstuð í öll í gegnum SÁÁ á Vogi, að þau eru réttin á fólki sem afskaplega hæft og til dæmis við hjá Íslenskri erfðagreiningu erum í miklu samstarfi við bandarísku heilbrigðismálastofnunum erfðir fíknisjúkdóma og sérfræðingar þaðan koma til Íslands einu svona árið á annarkvort ár og eru allir sammála það að meðferðin á Vogi sé til fyrirmyndar og tala það sem módel sem þeir vilja taka upp hjá sjálfum sér. En það má samt svo miklu betur gera. Eitt af því sem að mér finnst grátlegt að það ekki nóg með að það séu horfin úr einu opinbera kerfi í næstuð í allir meðferðarmöguleikar við fíknisjúkdómum, heldur greiðir í opinbera ekki nema hluta að meðferðin á Vogi. Þeir greiða kannski í kringum 70% af þeim kostnaði sem fer í að veita þessum 2200 innlögnum meðferð. 700 milljónir frá ríkinu, það kostar reka Vog rúmlega 900, já, 40.000 krónur á dag, einstaklingurinn. En sko, það er svo margt annað sem má gera ef ætla maður hlúa vel að eins vel að þeim sem lenda inn á Vogi þá er ýmislegt sem að hægt verið að gera fyrir mjög lítið fé. Sko, til dæmis, ég ætla að benda á til dæmis að skilja á milli í unglinga og fullorðina þannig að fíkla, skilja á milli karla og kvenna sem allt myndi bæta meðferðina en enga síður eins og þetta er í dag þá er meðferðin á Vogi til fyrirmyndar mörguleiti. Hvað með, Þórarinn, hvað með endurkomur? Eru þær of margar? Sko, nei, þær hafa ekki aukist. Ef að horft á endurkomunar, hversu margir að koma með mjög margar endurkomur, þá hefur sá fjöldi ekki aukist undanfarin ár, vegna þess að meðferðin hefur smá saman skilað betri árangri. En það má kannski smætta þessa umræðu í bara þann vanda sem að núna er verið að tala það er að segja þessi ótímabæru dauðsföll. Og þar er kannski... Það er ekki lífseðilskyldulyf. Já, það bara, en það sem er besta forvörn við því, hún er kannski í nokkrum þáttum. Í fyrsta lagi náttúrulega ef að menn eru yfirskammtaðir viðbrögð við því, en það fæst kannski ekki mikill árangur með því að auka það einvörðungu, vegna þess að það er að taka eitthvað við. Og þá kemur í ljós að meðferð, hún getur bara minnkað og við erum með lyfjameðferð, við erum með meðferð sem dugar við þessu. Hún getur minnkað líkurnar 50% eða 100%, helming. Já, þeir eru með alltaf viðhaldsmeðferð. Viðhaldsmeðferð og ef þú setur fólk á viðhaldsmeðferð, það er besta meðferðin. Lyfið sem við notum í viðhaldsmeðferð, ef þú hefðir ekki naloxon, og maður væri í yfirskammti af ópíum, þá myndur þau gefa það í Hallari. Sko, það er það mikil vörn í því, það er svo mikil vörn í því. Og að setja fólk á þessa meðferð, það minnkar líkurnar á þessu. Þeir sem eru að deyja úr þessu eru aldrei 25 til 40 ára. Það er mest milli 30 og 40 af fólkinu sem eru að deyja og það þarf meðferð. Það er þetta fólk á biðlistanum, það er þessir endurkomusjúklingar og það er svo miklu fordómar gagnvart þessu að því að það skulle ekki vera sett í þetta 200 milljónir til þess að laga þetta er eiginlega hneyksli. Segið mér... En má ég aðeins benda ykkur á... Ég var að smætta umræðu. En Þórarinn, sko, staðreyndin er svo að ef við horfum á þróunina frá 1971 til dagsins í dag, að þá er það algjörlega ljóst að við getum ekki, eða það væri óskynsamlegt að ætla að kenna núverandi stjórnvöldum sérstaklega þennan vanda, þetta er vandi sem er búin að vera að safnast upp í gegnum ótal margar ríkisstjórnar á þessum tímabili. Það er vakning núna, menn er að beina sjónu sínum að þessu og við skulum vonast til þess, við skulum bara gera þær kröfu til núverandi stjórnvalda að þeir rísu upp og bæti úr þessu. Og það verður ekki gert með því að setja 50 milljónir króna í neysluhúsnæði út í bæ. Það gerist með því að minnka þessa biðlista og það má ekki gleyma því að fíknisjúkdómurinn er langvarandi sjúkdómur sem kemur aftur og aftur. Þetta er krónískir lapsar og það verður að búast við því, það skyldi engan undra að alkohólisti drekki. Það skyldi engin furða sig á því að manneskja sem er fíkill að hún leiti í það lyf sem hún hefur sína fíkn í. Þannig að við verðum að búast við því að þeir falli og falli aftur. Og okkar hlutverk er að minnka skadan
að stytta þann tímasveið í neyslu, minnka líkurnar á þeir falli, en ekki halda hver einasta manneskja sem kemur inn á Vog komi aldrei til að falla aftur. En þess vegna hefur Vogur verið mesta harm reduction eða skaðaminkunin í landinu fyrir þetta fólk og líka móttakan á bráðamóttökum Landspítalans hefur verið skaðaminkandi úrræði sem að halda fólki á lífi og það má ekki glemma því. En í sambandi við það að núverandi stjórnvöld, ég meina þetta búið að vera lengi, það búið að tala þetta alveg, ég talaði fyrir 4 árum að biðlistin væri að hækka og það búið að vera vitað. Það var í byrjun þessa árs sem talað var þennan mikla vanda vegna skyndidauða meðal fíkla og var á læknadögum í fyrra í janúar og þetta hefur legið fyrir lengi. En komum þá aðeins að þessu skilningsleysi og þessum fordómum, fíkni hugtakið, fíkn sjúkdómur, hvað að þessu fólki? Það búið að staðsetja meinið að einhverju leyti, við vitum að það líffræðilegur vandi og sjúkdómur í skilningi læknisfræðinar bara bilun í henni líffræðilegu vél. Það ákveðin bilun sem verður í heilanum. Við vitum að það verða breytingar á taugafrumunum og starfsheildum heilans og við erum búin að staðsetja þetta smám saman erum við að skilja þetta betur. Við erum óskaplega langt í land. Við erum ekki nema örfá lyf sem að hjálpa okkur í þessu. Mest af þessu hugræn atferlismeðferð. Það þarf fólk að breyta lífstíl og svona og en þetta alveg ljóst, þetta sjúkdómur eins og allir geðsjúkdómar eru af líffræðilegum orsökum og nú ég að tala svið sem Kári hefur vit á. Heilasjúkdómur, þetta heilasjúkdómur og þetta hefur náttúrulega áhrif á til dæmis, það getur orsakað óafturkræfar skemmdir á heila. Alkohól neysla getur valdið alls konar skemmdum í heila, það getur valdið skemmdum í litla heila, það getur valdið skemmdum í þeim hluta af heilaberki sem séu minni og svo framvegis. Þegar að ræða óafturkræfar skemmdir í heila þá held ég líklega að alkohól sé hættulegasta fíknilífið. En öll geta þau valdið skemmd, bæði beint og óbeint. Og það rétt hjá Þórarni að þetta eru heilasjúkdómar og við skilgreinum sjúkdóma gjarnan. Við köllum það sjúkdóma þegar hinn eðlilega starfsemi líffærisins á sér ekki stað og það tekur yfir einhver óeðlileg starfsemi. Við hins vegar erum býsna skammt á veg komin til þess að útskýra það nákvæmlega. En þetta fyrst og fremst þá þetta, ef þú veltir fyrir hver mælikvarði á skaðsemi sjúkdóma, hinn endalegi skaði að svipta fólk lífi. Og það engin sjúkdómur sem sviptir fólk lífi á aldrunum milli 20 ára og 40 eins og fíknisjúkdómarnir. Og það alveg ótrúlegt að okkar samfélag skuli ekki hafa sett meira í að fyrirbyggja og lækna hlúa að sjúklingum sem hafa þennan sjúkdóm. Ég vil bæta þessu við. Nei, nú að grípa fram í fyrir mig, ég verða að fá gjör svo vel. Og þetta á rætur sínar í fordómum í okkar samfélagi og við sem samfélag verðum að rísa til ábyrgðar, við verðum að gera okkur grein fyrir því að við höfum verið með fordóma gagnvart þessum sjúkdómum og við verðum að gera eitthvað í því. En það má líka tala þetta aðeins á þann veg að það líffræðilegu breytingar sem að viðhalda sjúkdómum og gera það verkum að fólk getur ekki með eigin vilja stöðvað neysluna. Þær breytingar, af því þú varst að spurja hvaða breytingar geta gengið tilbaka og hverjar eru varanlegar. Að mjög mikið af þeim breytingum sem þarna eru geta gengið tilbaka en ekki alveg. Þannig að það ekki hægt að kenna fólki til dæmis að nota vímuefni eða það getur skipt vímuefni ef það komið með ákveðnar breytingar í heilanum sem við getum greint á ákveðinu hátt. Neyslan, hún býr til orsakar breytingar í heilanum og þær orðið varanlegar. Já, ég taka fram til þess að fyrirbyggja allan misskilning að fólk sem kemur til okkar mjög veikt á heilanum sínum að mikið af því sem þá að lagast
og þessna nær fólk meiri rökhugsun, meiri stjórn á sínu lífi og getur orðið nær einkennalaust og alveg einkennalaust. Hvað með félagslega hluta? En sko, það sama. Heilega starfsemin samskipti við annað fólk En það annað þessu sem ég held að sé aldrei mikilvægt að gera sig grein fyrir því að hlutur viljans í þessu öllu saman afskaplega lítill. Vegna þess að viljinn, hann við skulum segja, eigin vilji kannski ekki til. Vegna þess að heilin líffæri sem búið til eins og öll önnur líffæri úr upplýsingum sem líka í þínu erfðamengi. Og þú erfir ákveðna byggingu á þínum heila sem leiðir til þess að þú erfir ákveðna starfsemi. Það að segja heilin sem býr til hugsun og tilfinningar, býr til þitt félagslegt munstur og svo framvegis, hann háður því að vera sko hardwired frá fæðingu. Þannig að við erum að mörguleiti þegar að starfsemi heilans fer út af sporunu, þá verðum við mjög háð því að umhverfið hjálpa okkur. Við eigum mjög erfitt með að gera það sjálf og bara við að fara í hlé inn á Vog og vera þær í þá 10 daga sem langalgengasta fólk stoppi við þar, þá hefur heilin tækifæri til þess að aðlagast aftur því sem hann var eftir að fara út af sporun, út af alkohóli eða út af öðrum fíkniefnum. Þannig að bara draga fólk í hlé, bara það eitt, að hætta að koma í vekk fyrir að heilin sé umflættur alkohóli frá morgni til kvölds bara í 10 daga, bara það eitt og sér hjálpar gífurlega. Og 60% af þeim sem kom á Vog, af þeim einstaklingum sem kom á síðasta ára, fóru upp á Vík til frekari meðferðar, sem náttúrulega hinn gullni standard og nauðsynlegt fyrir flesta sem eru komnir með þennan sjúkdóm. Þeir þurfa lengri tíma. Já, og svo þjóðfélag alltaf að æpa og að stytta legudag, stytta dvöl sjúklinga á svona stofnunum eða í skjóli þar sem það vendað fyrir félagslegu áreiti sem að þetta fólk þarf svo gríðarlega mikið á að halda og það svona öfugt við alla aðra þróun í heilbrigðiskerfinu, þannig að þetta mætir ekki miklum skilningi að við höfum úrræði og við höfum lyf og aðra hluti sem við þurfum að koma að og við þurfum lengri tíma kannski með þennan sjúklingahóp með að getum stytt tíman hjá þeim sem að þurfa aðgerð. Ég held þetta sé rangt Þóran, ég held þessi töluverður skilningur á þessu í samfélaginu og hann að aukast. Ég held að menn átti sig á því að Á hverju merkirðu það? Á hverju merkirðu það? Bara merki á því að tala við fólk, að hlusta á fólk. Við erum sko Ellen Kristjánsdóttir ásamt nokkrum félögum hennar og vinum að skipuleggja styrktartónleika sem að vera í Háskólabíó þann 8. nóvember og ég hef verið að vinna með henni í þessu og ég merkti þá á viðbrögðum sem ég fæ því ég ræði þennan vanda út í samfélaginu og það sem að truflar mig kannski mest núna þegar ég að ræða þetta að mér finnst ekki eins og maður fái alveg nægilega kraftmikil viðbrögð frá stjórnvöldum þegar það verið að tala að reisa gífurlega dýrt nýtt sjúkrahús, þegar verið að tala þannig gífurlega heildarkostnað í heilbrigðiskerfinu og spyr síðan hvað verið að setja í þennan sjúkdómaflokk sem svona banvænn, sem svona algengur, sem rústar lífi svo margar fjölskyldna í þessu landi. Þetta viðhorfið á efstu stigum? Nei, við berum ábyrgð á þessu sem samfélag. Við reynum ekki að kenna þessum stjórnvöldum við þurfum að hjálpa þeim við að komast úr þessu fari vegna þess að þó svo að það sé dál til 200 milljón krónur sem það sé hægt að kaupa fyrir það töluvert og ópal, þá þetta ekki gífurlega há fjárupphæð og raun eftir pínulítil fjárupphæð þegar kemur að því umfangi sem að þessi sjúkdómur hefur í íslensku samfélagi. Hvernig á að hjálpa þá stjórnvöldum til það? Ég held að meðal annars með því að halda svona styrktartónleika með að draga athygli að málaflokknum. Það sem við erum að gera núna? Já, ég held nú að Alþingi sé nú bara endurspegli þjóðina og við verðum auðvitað að skoða í eigin barn. Það eru lifandi fólk á Íslandi í dag sem hefur verið á Vogi eru 19.000 manns. Þeir hafa nú ekki staðið sér nægilega vel til að vera að koma þessu til skila og við verðum að líta á okkur þannig. Við erum þjóðfélag sem getum ekki kennt einstökum þáttum eða einstökum hópum stöðuna. Nei. Og þetta
þróun sem var betri á tímabili og við vorum með betri varnir og betri skilning. Mér finnst hann hafa minnkað svolítið meðal almennings og þá leið stjórnvalda því að þeir eru hluti af þessu kerfi okkar og það er enginn að kenna neinum þó að sé verið að benda á vandan og hvers eðlis hann er. En við erum náttúrulega Ég er ósammála Þórarni þegar hann segir að Alþingi endurspegli þjóðina. Það hefur myndast töluverð gjá milli Alþingis og þjóðarinnar og ég get nefnt sem eitt dæmi að við fórum á stað fyrir tiltölulega stuttu með undirskriftasöfnun til styðjunar í heilbrigðiskerfinu, náðum 87.500 undirskriftum. Það hefði engin áhrif á Alþingi. Það eru Alþingiskosningar stuttu síðar, nýkjörið Alþingi gerði ekkert til þess að auka stuðning við heilbrigðiskerfið. Einhverja hluta vegna þá eru alþingismenn að komast upp með það þessa dagana að daufheyrast við vilja samfélagsins og með því eru þeir að grafa undan lýðræðinu í landinu. Þannig að mér finnst vera gap þar á milli og ég held að við sem þjóð verðum að gera okkur í brók og bara sjá til þess að refsa þessum alþingismönnum við alþingiskosningar þegar þeir hunsa vilja þjóðarinnar á þennan hátt. Við skulum refsa alþingismönnunum eftir einhvern tíma en það var gott að fá okkur hingað til þess að glöggva okkur á þessum grundvallaratriðum varðandi fíknisjúkdómana og þetta sem ógnar líf og heilsu margra en Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar og Þórarinn Tyrfingsson stofnendum SA og fyrrverandi yfirlæknar á Vogi. Takk hérlega fyrir komin. Takk fyrir. Og hér eftir auglýsingar þá setjast þeir hjá Sigmundi Erni, Sighvatur Björgvinsson og Styrmir Gunnarsson í ritstjórunum. Farið ekki langt.